Góðir Íslendingar, við lifum á sögulegum tímum. Við upplifum hrun efnahagskerfis sem var af mörgum talin forsenda lífsgæða og margir byggðu afkomu sína á. Það hrun hefur haft keðjuverkandi áhrif sem sér ekki fyrir endan á og hefur bitnað á þeim sem síst skyldi. Fólki sem hefur unnið sín störf af heilindum og áreiðanleika en situr nú eftir skuldum hlaðið, jafnvel atvinnu og eignalaust. Í janúar síðastliðnum stóð ég hér fyrir utan þetta hús, daginn sem þingið kom saman með hjartað fullt af sorg og lömuð af skelfingu vegna þeirra atburða sem voru í uppsiglingu. Ég gat ekki hrópað vanhæf ríkisstjórn, né barið búsahöld. Það fylgdi því engin gleði að upplifa mælinn fyllast hjá þjóðinni, verða vitni af skemmdarverkum og ofbeldi og finna að þingið og ríkisstjórnin voru sem í eigin heimi og úr tengslum við raunveruleika okkar sem stóðum hér fyrir utan. En svo fór takturinn að hljóma, þjóðin fann hjartslátt sinn og samstöðu og þessum takti megum við aldrei gleyma. Í vetur fann maður svo sterkt að Ísland er eyja. Við vorum ein og yfirgefin úti á ballarhafi, úr alfaraleið, úr tengslum við aðrar þjóðir. Við vorum ekki lengur stórasta land í heimi, en hér var stærsta klúður í heimi. Við erum öll í sama bátnum og nú þarf að róa. Nú skiptir öllu að við sem hér störfum vinnum saman og lærum að treysta hvort öðru á nýjan leik og að við hlustum þegar þjóðin knýr dyra. Hér hrundi heilt samfélag. Langflestir sem hér búa bera enga ábyrgð á því hruni, en ætlast til þess að við berum öll byrðarnar, greiðum samviskusamlega af lánaskrimslum sem stækka og lengjast út í hið óendanlega og afsölum okkur hluta þeirra lífsgæða sem við áttum að venjast. Sátt mun ekki skapast í samfélaginu fyrr en víðtæk rannsókn á bankahruninu hefur farið fram og þeir ábyrgu dregnir fyrir dómstóla. Hér var